Hlynur, þriðja sætið í ár. Þú ert svona fyrsta skipti sem þú ert á þessum lista hérna á hlaup.is. Það passar, ég er 48 ára gamall og ertu enn að bæta þig? Já, ég ætla að halda áfram að gera það í einhver ár. Ég finn alveg, helling inni. Þú náðir hörku árangri hérna í maraþonhlaupi í upphafi síðasta árs. Jafnvel að þessi síðasti Íslendingur sem hljóp maraþon erlendis, eða hvernig, hvað var tíminn, 2:40? Jú, 2:40:16. Jú, það hefur ekki verið margir eftir mig alltaf sem að hlaupu erlendis. Voru stór plön framöndan í kjölfarið? Já, ég ætlaði í langt hlaup Utava í Frakklandi í maí sem var náttúrulega cancelað. Þannig að það var svona endasleppt. Þú, eins og ég segi, þú ert 48 ára og þú svona byrjaði tiltölulega seint að hlaupa á alvöru. Segðu okkur svona þína sögu sem forsögu. Ég náttúrulega ekki, eins og margir, kemur fótboltanum og æðir endar í einhver 2 ár þar sem var kallað víðavannshlaup með FH sem unglingur. En hætti svo í fótbolta og svo bara einhvern tímann fyrir 6-7 ára þá ég prófa að hlaupa aftur og finna einhvern veginn þetta ýtir undir keppnisskapi sem ég á nóg af. Þannig að ég bara smá saman festist inn í þessu og verði ekkert að leiðin út. Já, einmitt, og 2:40 og ekki lengra síðan þú byrjar að hlaupa á alvöru. Sér þið fram á að bæta enn frekar í maraþon eða ertu að horfa á eitthvað aðra vegalengdir eða utan vega? Ég veit að ég á eitthvað inni, ég ætla að gera tilraun til þess og ég verð 50 á næsta ári og ég ætla að stefna því að ná almennilegum tíma þar. En annars fókusum meira Utava í augnablikinu. Já, svona síðasta árið í þessu skrýtna ástandi hafa margir farið út að hlaupa og svona sérðu svona með þínar tilfinningu og kannski væntingar. Sérðu fyrir þér að þessi aukni áhugi skilir sér í meiri þátttöku í hlaupasamfélaginu og almenningshlaupum? Ja, það er ekki spurning. Maður sér það bara á aðsóknina í þessu hlaup sem eru í sumar. Það er uppselt í mörg hlaup og góð ásókn í önnur, þannig að það er ekki spurning. Og maður sér það líka bara á stígunum og það er orðið miklu meira af fólki. Til hamingju, Hlynur.